Já, góður áhorfendur, velkomin að rauða borðinu á miðvikudagskvöldi og undanfarinn miðvikudagskvöld þá höfum við leikið okkur að því að hafa þá opna línu. Við skipuleggjum þáttinn ekkert sérstaklega, heldur getur fólk bara komið inn og lagt það til umræðina sem það vill. Þessi þættir hafa verið svolítið öðruvísi, það hafa verið margt komið hér til tals sem hefur ekki verið öðru þáttum, svo finnst það að vera betri þættir og ég bara ekki svo frá því. Ég svindlaði aðeins núna því að við erum alltaf að leika okkur að pröfa okkur áfram. Að ég heyrði manni sem býr í Ástralíu því maður langaði svo að hafa beint samtal við mann í Ástralíu á samstöðinni í gegnum þessa tækni, þetta er svo skemmtileg tækni sem við höfum. Og Páll Þórðarsson, hann reif sig upp kl. 6 að morgni í rétt fyrir utan Sydney og mættur hingað. Velkomin, Páll. Sæll Gunnar og góða kvöldið. Já, góðan daginn hjá þér. Og góðan daginn og góðan kvöldið. Þetta er alltaf gaman að tala við fólk hinum einum á hnettinum. Þú ert nokkur sérfræðingur COVID-vírusinn. Þú skrifaðir það hvernig við gætum best varið okkur fyrir núna. Já, ég er reyndar efnafræðingur en að því búin að vera í svona þessi kallast nanomedicine sem nanotækni. Þá maður búin að vera svona hringsólað svolítið í kringum veirur í 10-20 ár því að veirur eru bara svona litlar feitar nanakúlur. Mjög skemmtilegt fyrirbæri svona lítur á veirur og vísindalega séð, það er mjög sérstök fyrirbæri en já, sem sagt svo, og þetta var nú svona hálfgeitt slys hjá mér, ég fór að skrifa það hvernig sápa virkaði á veirur og það var greinilega eitthvað sem fólk vildi fá að skilja. Það var svolítið skrítið þannig upp að ég fann sumir fólki hvernig stendur því að það er hægt að þvo sig hendurnar með sápu og það hjálp einhvern veginn eitthvað dálítið mikið heldur en margt annars sem við reynum að gera skipti engu máli. Og þessi grein fór víða, ég sá hana útgáfur af henni út allan heim? Já, hún fór út allan heim og sem sagt, hún byrjaði sem twist og svo var þetta endurskrifað bæði Guardian og New York Times og The Times of India. Ég fór í viðtöl á BBC World News og eins útvarpsstöðum út allan heim, Seúl, LA og annað. Svo bara lenti ég skemmtilegu verkefni á eftir með TEDx sem er svona educational, svona kennslu útibúa TEDx, TED, ætlaði þeim að segja, og þau byggu til myndband með mér sem komið hátt í 2 milljónir á YouTube, þannig að það er svona, þetta búið að vera skemmtileg ferð, sko. Já, þannig að við erum að tala heimsfrægan mann. Það farið við það. Herðu, en Páll, þú hefur fylgst með náttúrulega COVID og ég tekið eftir það sem þú skrifa það. Þú hefur stundu verið að bera saman einhvern veginn viðbrögð Íslendinga og Ástrala og fleiri þjóða. Hvað finnst þér það verið umræðan COVID á Íslandi frá með þessari bylgju 2 hefur verið svolítið öðruvís heldur að var í upphafi. Það er svona meiri svona átöku í umræðinni. Þegar þú horfir yfir á það hvernig Íslendinga tók á þessu, getur eitthvað gefa okkur svona þína innsýn á það? Já, sko því að ég vil skrifa út á því eins og þú sagði Gunnar að Ástralía, meiland er eiginlega eiland og ekki síst horfi ég líka þess að við kvöldum hinum megin við lækinn yfir til Nýja-Sjáland sem er eiginlega enn svipaðra eiland heldur en Ísland og bæði löndin Ástralía og Nýja-Sjáland hafa verið að fara í gegnum einhvers konar aðra bylgju núna og dálítið á mismunandi hátt og þegar maður ber þetta saman sko ég áttaði mig ekki alveg á þessu í fyrstu bylgjum, ég fannst þetta pínulítið, að það var kannski ekki alveg allt í lagi hérna heima á Íslandi. Ég held sér búin að átta mig hvað það er. En það er mistök að setja læknana alltaf fyrir framan og pólitíkurinn, stjórnmálamenni að fela sig. Það eiga að vera saman, allan tímann og það ekki bara það, forsætisráðherra eða valdafólkið á að vera það sem að tekur endanlega ákvörðunina. Það er eina leið sem fá þjóðina með þér. Já, þú setur ekki lækni í þá stöðu fyrir að velja 2 eða 3 stöður það hvernig á að reka landið eins og staðan var hérna í júní.
Það engin ein lausn sem alveg pottþétt einn annan háttin. Það minnst annarkvæmt ákvað að hafa landi svolítið opið og vera með takmarkanir eða gjörsamlega loka landinu og allir geta verið í partí. Þú getur ekki valið eitthvað, þetta hins vegar val sem á endanum stjórnmálalegt, það kostar bæði samfélagið mikla þjáningar og eða peninga að fara aðra leiðina hina. Íslendingar hafa verið blekkt sig á því að það væri hægt að fela vísindamönnunum að sjá þetta því að þeir kæmu þá bara með einu réttu niðurstöðuna, en það engin ein rétt niðurstaða, þú ert að segja það, og á milli þeirra alltaf pólitískt mat og pólitíkustin verða bara að standa fyrir framan og standa við sínar ákvarðanir. Já, og sem ég segja, og taka þá þessar erfiðu ákvarðanir þegar kemur að þeim. En náttúrulega hins vegar, þú ferður líka kringum heiminn. Þeir stjórnmálamenn sem svo vittlausir að fara ekki eftir ráðum vísindamanna að hafa yfirleitt endað í kaldra koli. Ég ekki að segja það að ríkisstjórnin bara hunsa þessi læknir að segja. Það væri enn verra. En þú sér það líka núna, núna komin svo stað að læknunum ítt fram til að fara að kommentera og reyna að afsaka gerðir hinra og þessara í stjórnmálum. Það náttúrulega bara algjörlega út í kú og þá fyrir fólk að skipta sér einhverjar stjórnmálahreyfingar það hvort að ætlar að hlusta á sóttvarnarreglur eða ekki. Já, það komið svolítið svona upplausn, það komið svolítið upplausn í þetta hérna á Íslandi, það orðið óljóst hvort það sé 2 metra regla eða hvort það sé valkvæði, hvort við séum í öllu þessu saman eða hvert fyrir sig. En ég held að vandamálið og núna ætla ég að verða pólitískur, ekki að vera að tala sem vísindamaður. Ég á svolítið svona sérkennilegan bakgrunn þegar ég líklega best að útskýra mig að ég hef verið einhver tímann í Denver í Framsóknar komið en hef svona hallast bæði á milli hægri og vinstri eftir það í lífinu. Ég bara hann var átrúnaðargóð hjá mér á tímabili og pabbi var með honum í Möðruvallarhreyfingunni, þannig að þetta allt tengt en nei, en svo fékk ég algjörlega nóg af Ólafi miklu seinna. En Katrín Jakobsdóttir kann ekki að stjórna. Hún ægilega góð málamyndamanneskja en hún hefur aldrei þurft að stjórna neinu nema einhverju menntamálaráðuneytis og einhverjum kennsludæmi fyrir það og hún alltaf í þessum málamiðlunargír. Það bara gengur ekki upp til þetta að taka. Það var eins og þegar hún var að skrifa til Kára og sagði við setjum að bli nefnd í 2 mánuði. Vírusinn býður ekki í nefnd í 2 mánuði eftir að þessi gengi frá hlutunum. Og því miður þá var þetta gamla góða sem kom upp í hruninu og alveg flestir búin að enn og aftur þetta fúsk og andverðuleika vandamál sem Einar Steingrímsson kallaði sem að hoppar hérna upp aftur. Fyrir utan rótgróna spillingu sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir. Þessi hlutir eru allir að koma saman enn og aftur. Og meðvirkni í íslensku samfélagi. Og meðvirknin og þú ert hinum einu nefnunum, Einar Steingrímsson sem þú nefnir, hann öruggur í Skotlandi. Það helst að maður heyri svona hvassirt tal frá fólki í útlöndum. Já, vegna þess að ef þú segir of mikið heima, þá ertu búin að ganga frá þér og jafnvel þinni fjölskyldu. Hér forsætisráðherra Nýja-Sjálfs sagði af sér fyrir 10 ára síðan þegar fikk vínflösku í gjöf frá verktaka. Og hann gerði það innan 24 klukkutíma þegar hann komst upp. Hann sagði af sér innan 24 klukkutíma. Hvenær eru íslensku ráðherrar? Má ég leggja fyrir þess raut ef að ferðamálaráðherrann okkar hefði verið ráðherra í Ástralíu. Þú fylgist með því máli að hún fór í svona vinkvenna gleðskap yfir heilan laugardag og það var myndað af þeim það sem voru eiginlega allar innan 2 metrana það var ekki 2 metrar á milli þetta voru allar saman held ég 8 stykki inn í 5 metrum myndi svona ráðherra í Ástralíu þurfa að segja af sér eða var hann í hættu? Hann allavega víkja til hliðar umsvifalaust og þá meina ég umsvifalaust innan 12 klukkutíma yfirleitt. Það var einmitt ekkert ósvipað dæmi hérna í apríl. Það var ráðherra innan fylkisstjórnarinnar okkar og ég ætla að taka fram að Nýsjálfsfjörður fylki með 7 milljónir íbúa þannig að fylkisráðherrar eru ekki einhverjir svona pótundarar út í bæ. Hann
þá voru reglur þannig að við máttum ekki fara eiginlega mikið frá okkar einn húsi, þetta var í fyrstu lokuninni og alls ekki verið að fara eitthvað sumarfrí og vesum og hann fór út til Sydney upp í bæ hérna svona 2 klukkutíma sem átti sumarhús. Þegar það komst upp þá var það að víkja til hliðar. En hún var reynda hleypt inn 3 mánuðum seinna því hann gat svona sýnt fram á að hann var með, þetta hefði nú verið svolítið sérstakar aðstæður og ekki bara út af því en það var líka ráð frá Nýja-Sjáland sem sagði af sér að einhverjum svipuðum ástæðum og hefur ekkert komið tilbaka. Ég held með hana ferðamálar ástæður, ef hún hefði allavega byrjað á því að segja umsvifalaust og fyrirvaralaust afsökunar á framhlið sínu innan svona fyrstu klukkutíma, þá hefði það kannski ok. Við einstakar sinnum gleymum því að hámarkshraðinn 90 km og erum á 110 sko. En að fara svo í þennan hrærigangu og eftir og reyna að útskýra þetta og nei, svona ráðherra myndi ekki endast í 5 mínútur hérna. Herðu, Páll, við ekki staldra aðeins hérna við. Ég kom nýr hlustandi á línuna sem að hefur reynt að koma í staðins inn í mynd af því að tæknin nú þannig að ef ykkur hóstar þá kemur það bara inn í mynd í okkur. Þetta svona frumstætt. Elsabeth, velkomin. Já, takk. Hvað má bjóða þér að Sko, ég fikk eiginlega svona fyrirhild í maganum leið og ég heyrði sko að því að það sem þér að ræða og þú Páll, var einmitt sko, ég var að skrifast á við leikskólakennara einmitt út af sóttvörnum bara núna á þessum klukkutímum. Minn veruleiki hefur verið sá að ég starfandi leikskólakennari í 100 barna umhverfi, eða 100 manna umhverfi fyrir utan foreldra, sem þeir sem eru inni í húsi á degi hverjum eru eitthvað 100 manns. En við bara rétt sleikjum töluna núna. Og minn veruleiki í fyrri COVID-sveiflunni var sá að eigin vali að ég var bara í vinnu og heima og út í búð. Ég hitti ekki barnabörnin mín, dóttir mín, foreldra mín, ég var aldraða foreldra. Þau eru 87 ára og pabbi með Alzheimer og mamma sér allt. Hún getur það. Og af elskund við þau, þá vandaði ég mig rosa og við öll. Og síðan erum við að vinna við, starfa við þær aðstæður að gera okkur besta, gera glaðan dag með þessum börnum og gerðum það vel. Við vorum mjög ánægð, við gerum endurmat af því. Við kenndum börnunum að þvo sér einmitt, við sýndum þeim tilraunina, þannig að settum svona vatn í ker og sápu, svo hendurnar onni og svo sápu onni og þau sáu hvernig bakteríurnar hlupi í burt eiginlega. En það sem við erum að glíma við núna, akkurat þessa dagana og ég bara á þessum klukkutímum 2 undangengnum, að þá ég búin að vera á spjalli við leikskólakennara og það virðist vera eins og við öll, okkur ætla það allt í einu að glíma við þetta umhverfi og við hafa sóttvarnir bara með sápu og sprit og ekkert annað. Og fínt okkur hefur tekist vel, það tókst vel upp í fyrri tímabilinu og það svona svolítið sem maður heldur í. En síðan að því að við vorum í þeim aðstæðum að vera opið hús fyrir börn sem ekki gátu tekið frí eða áttu foreldra sem þurfti að taka sumarleyfi sitt í fyrra COVID-tímabilinu. Þá ég að heyra frá öðrum, þá hitti ég fleiri heldur en ég gerir venjulega, að það virðist vera eitthvað svona sem ég búin að finna upp nýtt orð akkurat núna síðustu 2 klukkutíma, svona sóttvarna fasismi á sumum skólum og við erum að tala umhverfi með börnum frá 0 til 6. Og það eitthvað hræðilega svona andrúmsloft sem sóttvarna fasismi, það svona þegar konur eða menn fara í þann gír ætla að gera betur en vel og undirliggjandi ótti og það ekki boðlegt, andrúmsloft að mínu mati, engum. Og það allt í einu svo okkur sé ætla það allt í einu að vera sérfræðingar í að finna út verkfræði sem til þess að díla við þetta umhverfi, að hafa andrúmsloft í þessu og okkur tekist það nokkuð vel.
Við höfum sett efni og leikefni og efni við í sóttkví. Við erum með ákveðin og okkur hefur tekið þetta bara við erum með þetta í umferð, einn dag, hann fyrir í sóttkví og svo næsta dag. Á mánudaginn með partí þegar það allt í boði. En það sem við erum að glíma við, einmitt þetta nóg. Þarf allt þetta spritt og allt þetta sterka efni, sápa nóg? Já, það bara, vill svo til að við erum með bestamann í heimi til að svara þessu. Já, Elisabeth, nei, ég nota hvort ekki sjálfur á víxl og það er aðal út af sko því að sápa nóg ef hún notuð nógu vel, en alls ekki hægt að nota sprittið og svo líka bara svona praktískt líka ofta, það eiginlega ekki það ég skulle segja það bara reyna að þvo leiktæki eitthvað svoleiðis en náttúrulega verður að nota eitthvað annað en sápustundum. En aðalega líka við erum með svona ofboðslega dýrt efni sem svona amerískt efni, framleita amerísfólki sem vakkori og það eyðilegst ef við erum að, þú veist. Já, og það með sko ef það svona einhver, ef þú ert að hreinsa leiktæki eitthvað annað, þá verður aðeins að passa það að nota ekki eitthvað sem að einhvers konar, þetta ofta einhvers konar klórefni og það eina sem dýr ef þú ert að nota svona klórefni en það er bara fullt af plastefnum og leiktækjum sem þola það ekki. Og ég myndi þá nota sápu á það því að þú verður þá að nudda það vel og svona rétt að þið segja með að þvo sér 20 sekundur að þið ekki bara að sletta smá sápu yfir og svona þá að Nei, það er ekki til góði. En það er allan eftir að reyna að þvo ákveðna hluti þá er það líklega betra að nota sápu upp á það að gera að þú eyðileggur ekki hlutina. Og sko, þú veist, og þetta er svona hnotskurn eins og með miklu stærra hlutsvelli það verður að útskýra stundum fyrir fólki að það er kannski fleiri einn möguleiki og það er engin annað hvorur einhver galdralausn og eins og það, þú veist, þetta er sótthreinsa leiktæki þú getur gert það með hvort tveggja en það er svolítið leiðilegt og erfitt að gera með sápu en þú getur líka eyðilagt það með klórnum. Það verður stundum að velja á meita og það er eins með það hvort á að hafa landið opið og lokað, það eru báðir möguleikar opnir í stöðinu en það verður hins vegar að hafa eitthvað meira heldur en ekki eins og bara plan B hvað að gera. Þetta útheimtir alveg gífulega sko verkfræði, bara verkfræði að finna þessu í þessu umhverfi og þú þarft að vera bara ofsalega skapandi og ég til okkur hafi tekist það og gera þetta líka þannig að þetta sé ekki eins og þetta orð sem ég nota að sé sóttvarnarfasismi með undirliggjandi ótta í þessu dásamlega umhverfi sem á að vera bara gleði. Já. Og ég hef bara notað eina aðferð eins og með svona gúmmídýr og svona, ég bara bý til eitthvað skemmt bara þvottapartí með krökkunum, það sem er bara sápukúlur. Já, og þess að segja, og við verðum sko, ég held líka eitt af því sem að leiðtogarnir á Íslandi gleymdu líka, er betra í að vera svolítið svona raunsær og svo kannski hlutin eru aðeins betri, heldur að byggust við þá líður okkur betra. Okkur var sagt að hérna í mars að okkar forsætisráðherrum, hvort sem það var alríkisráðherrann eða fylkisráðherrann og þeir koma úr öðrum hvoru blokknum, að landi yrði líklega ekkert opið næsta árið jafnvel og þetta var ekkert neitt skammtíma og í raun og veru kannski eitt annað sem Íslendingar missa út og hérna þú veist eins og það var rosalega gott að Íslendingar aldrei þurfti að hafa her og alla séð stríð. Þá er að sumu leyti fyrir þjóðfélag sem þekkja her og jafnvel stríð. COVID kom til að koma, það var svona farið svolítið stríðskýr. Fólk veit að stríð endar yfirleitt miklu seinna heldur en það býst við. Og er yfirleitt miklu verra heldur en það býst við. Það er kannski þetta vantar svolítið íslensku þjóðarsjána að þegar svona hlutinni fara virkilega á hlýðina að þá maður átt að sjá því að það er engin galdralausn og það getur vel verið við bara sagt okkur við þetta verði svona 1-2 ár og allir þurfa bara að koma eins og þú segir við þurfum öll einhvern veginn að leysa þetta við verðum allt í einu öll að verða einhvers konar verkfræðingar í sóttvörnum. Heldur þetta eigi illa við svona íslenskan þjóðakarakter sem að vildi svona ráðast á þetta í vor og
og bara leggja þetta eins og við værum í handboltaleik og bara koma og svo er þetta bara og klára þetta, svo er þetta bara búið, svo verðum við alveg gáttu þegar þetta kemur upp aftur og kunnum ekkert að fást við svona glímu. Heldur það sé eitthvað svona sem við eigum meiri erfiðleikum með heldur en flestir aðrir? Kannski þetta reddast alltaf sko, ekki? Ég meina, var það ekki viðkvæði í raun og veru hjá stjórnvöldum að eins og segið þarna í júní þegar var landið opnað sem var ekki, það var alveg hægt að ákveða að gera það, en það var ekkert plan B. Þetta var bara að reddast einhvern veginn. Og það gengur bara ekkert upp þegar þetta í svona baráttu. Þetta ekki, það veit, sko þú veist, ég bjartsýnismaður, ég reikna með því að það verði komið bóluefni jafnvel og upp á áramótum. Ég veit það ekkert betra raun og veru því tvö. Ég sjálfur á kafi í því að tala á næstu hverju degi við fólk sem í þessu bóluefna þróunum. Það veit það samt að lengi, þetta bara, þetta eins og við verðum í stríði, það veit ekki hvernig næsta órasta fer. En kannski, það góða líkur á því að hlutinni reddist innan kannski svona 6 mánuði, en það getur vel verið líka, við verðum hérna að tala það sama í árslok 21. Við bara vitum það ekki. En hvað finnst þér svona almennt þetta hvað ég veit ekki, náttúrulega þú ert ekki læknir, þannig að ég kannski að spyrja þessum. Hvað COVID alvarlegu sjúkdómar? Sko, ég ekki læknir, eins og segir, ég hef því verið að tala við fullt af þessu fólki og fylgst með þessu mikið. Einum svona viðbrögðum. Gunnar, ég misti að þú dast út hjá mig smástund. Sko, ég held nefnilega líka það, sko, að COVID mun alvarri jafnvel heldur við höldum, því að það ekki bara það að það sé þessi dánartíðni sem svona svolítið óþægilegt, hún svona akkurat mitt á milli þess sem í flensunni og einhverjus konar algjörri dauðaplá. Það nóg til þess að það mjög fullt af fólki sem heldur það að 1% dánarhlutfall og 10% af gammalmennum degi sé ekkert mál. Ég veit ekki á hvað plánetu það fólk en það fullt af því. Það sem mér finnst vont það að það að koma fram núna að það fullt af fólki sem kemur út úr COVID-veirunum með varanleg lungnaskemmdir. Og ég var einmitt að hlusta einn í gær í útvarpinu sem sagði þetta nánast eins og asbest. Hugsanlega. Þetta getur orðið ný kynslóð af fólki sem að þjáðist af asbest og það svolítið ástragsfyrirbæri því að asbestnámurnar voru og tímabili voru hús byggð úr asbest. Þannig að fólk bjó í húsum það sem var andaðið sig allir og endar svo með lungnaþembu og vesen á efri árum. Ég held að ég sjálfur mun hræddari við það sjálfur eða jafnvel í samt við börn mín að þá reynda yngri börn undir 15 ára hugsanlega sleppur í þá afleika en eins og þessi maður sagði þarna hugsanlega að það verði heil kynslóð í löndum þar sem að COVID hefur farið virkilega grassarinn sem verður með varanleg lungnaskemmdir. Það alveg ægileg tilhugsun. Svo dauðsföllin maður sér það sem að pláinni hefur slegið niður eins og bara í New York og Madrid að þá hefur kannski þegar hún ganga yfir að þá fjölgar dauðsföllunum kannski tvöfalt. Þeir gera það og veirufræðingar og læknafræðingar sem ég hlusta á að tala við segja að ein af ástæðunum fyrir því svo að hversu veikur þú verður tengist að nokkur því hversu hátt smitmagnið Það segja hvað marga veirur í raun og veru lenda á þér og í þér. Og þannig að það magnast svolítið upp og eins til dæmis þetta ástæðan fyrir því að heilbrigðisstarfsfólk getur orðið mjög veikt, jafnvel þá að sé bráðungt læknar og hjúkrunarfræðingar voru að deyja á Ítalíu að því að þegar þú tekur barkaslöngunar út fyrir einhverjum þá ælir fólk yfirleitt yfir þig. Kona mín var eins og sæfingarhjúkruna þannig að ég var búin að heyra þessu áður. Það var gaman að hitta heldur að fá barkaslöngu en það ekkert voða gaman fyrir heilbrigðisstarfsfólki heldur og þess vegna stendur það í spýjunni af veirum og þess vegna var það svona bráðveikt og jafnvel að deyja en það var í upphæfi, núna kann það aðeins betur á varnina náttúrulega. Það betur verið eitthvað slengt. Heyrðu í mig núna, Gunnar?
Já, það er svona, svolítið svona flögt, en maður má ekki kvarta þegar maður er að tala við mann sem er í Ástralíu. Það er sagt frá því þegar það var í fyrsta skipti komið svona net í flugvélar, þar sem maður gæti bara setið í sætinu sínu og vera á netinu, að þá leiði ekki nefnir einhverju 3 dagar, þannig að það fyrsti fór að kvarti verið að vera ekki nógu gott netið þarna. Sitandi upp í 33.000 fet upp í heiminum og var alveg bara foxillur að vera að náða ekki YouTube. Þannig maður má ekki kvarta of mikið. Nei, það má ekki. Já. Herðu, eitt sem ég var langar að spyrja, því að Elsabeth, þú ert í skólakerfinu og þar er svona, kannski kennara sem er í grunnskólum og framhaldsskólum er að tala um að þau halda einsmetisreglunni, en síðan ég aldrei halda 2 metra reglunni. Er eitthvað slíkt í Ástralíu, svona ólíka reglur eftir því hvar þú ert? Já og nei. Undantekningin er einmitt skólarnir. en sko því að sometimes þetta er nánast þess að hvernig segir fólki frá því og það sem hvernig mínir hérna í skóla, þeir eru 8 og 10 ára gamlir og þeir fengu að fara aftur í skóla. Við vorum með eitthvað 6 vikur í apríl og maí þar sem ég var að kenna það minna heima. Ég ætla að vona að maður gera það ekki aftur. Það var alveg hræðilegur tími. Það var hræðilegur tími en og þau fyrir þau sér í lagi. Nei, þau nei, það er ekki neitt, það er reynt þú veist að íta borðum sundur eins og hægt er, en reglan gildir í raun og veru ekki innan skólana, en í staðinn eru alls konar aðra reglur sem þess að við megum alls ekkert koma inn í skólana. Foreldrar, það er bara algjörlega bannað. Það er engin íþróttamót á milli skóla, það er engin kóramót, það er engin samgangur á milli skólana. Það var eitt sem var mikil áhersla á. Og hefur hjálpað hérna í Sydney núna í Sydney-bylgjunni. Sydney-bylgjan hérna í Sydney sem byrjaði fyrir mánuð síðan og kom frá Melbourne. Hún náðist aldrei á stað, en hún er aðalega verið í skólanum og við erum að verða líklega búin að koma henni í gegn. Komast á En hluta til í einu skólanum var það voru krakkarnir höfðu farið án leyfis kennara í eitthvað samkrull og þannig kom smit á milli 2 skóla. Þannig að það var bara tekin svo ákvörðun og útskýrt fyrir fólki annarkvort verðum við að láta þessa reglu flakka að hluta til inn á skólana eða skólanir verða að vera lokaðir. Og ef stjórnarmenn líka bara þora að segja það, svona er þetta og við verðum að taka það ákvörðun. Ég er ekkert viss að læknaleiðin hefur óskaplega ánægt með það, en þetta var orðið bara þannig á tímabili að þjóðfélagi var að fara á hlýðina yfir aðallega því að þurfa að börn var ekki í skólanum. Það var eiginlega vestamál, þú veist, ef þú tekið skoðanakönnun hérna í lok fyrstu bylgjunnar, þá var það líka það sem fór vest í fólk, var að börnin gátu ekki fara í skólan. Sama maður heyri frá fólki í Bandaríkjunum, það er bara Íslendingar sem að búi í Bandaríkjunum sem verður að flytja heim út af þessu, því það búið að vera svo mikil innilokun og bara börnin verið innilokuð og geta ekki farið út og fólk er bara að koma heim til þess að bjarga fjölskyldunni og sér fram á það, þetta er ekki að skána í Bandaríkjunum. Er það tilfinningin að þér í Ástralíu, er þetta að skána? Sér fyrir endan á þessu? Hér hjá okkur þessi seinni-bylgja, hún náði eiginlega aldrei hingað upp í Sydney, þetta voru svona 10-20 tilfelli á dag þegar vestbar, við komum núna niður í svona 5. En í Melbourne, sem að hlutinni fóru því miður gjörsamlega á hliðina að þeir eru komnir yfir þetta. Það fór mest upp í 700 ný smitt á dag í Melbourne, 5 milljónir borgaði svo. En komið niður í 200 núna. En þeir eru náttúrulega búin að vera í algjöru lockdown, annars svona martial law, þú veist, útgöngubann á kvöldin síðustu 4 vikur, en það er að virka. Og þeir rekna með að þurfa að vera í því svona 3-4 vikur í viðbót. Það var hérna maður sem var á biðlistunum, Kári, hann er farinn, hann nægir honum ekki. Hann kannski kemur aftur inn ef hann heyrir í okkur. Ég ætlaði að fara að gefa honum orðið. En Elsabeth, þú ert í skólakerfinu, COVID reyndi mikið á það. Einhvern veginn í sumar var ég að tala við kennara sem voru í grunnskólunum. Þeir voru að segja að mörguleyti hefði vegna þess að þegar COVID kemur að þá slegin af námskráina því það er eiginlega ekki hægt að fylgja öllu eftir og kennararnir þurftu svolítið að vera svona kreatífir í því að búa eitthvað til með börnunum og þetta hafi eiginlega verið dásamlegur tími. Þú veist,
að þessari merkingu, það var enginn að halda því fram að COVID hefði verið dásamlegur tími, að það hefði bara verið mikill léttir að losna við námskrána af herðanum. Trúirðu þessu? Ég trúi þessu vel, já. Ég trúi þessu vel. Ég hef kennt á öllum skólastigum, þannig að ég hef verið bæði í grunnskóla og leikskóla, en þetta gerist líka sama að bara á annan veg í leikskólanum. Við erum náttúrulega ekki ríkbundin þannig námskrá þó við séum með námskrá, en gæði starfsins jókst og við lærðum hvað við erum þegar nýfrjálshyggjan kom inn að þá var fjölga börnum. Það var við þurftum að fjölga börnum í kjölfar nýrra kjarasamninga fyrir einhverjum x árum síðan, og þannig að við vorum með fleiri börn og það minni var umhverfis vænna minni háaði og svona þú getur einhvern veginn helgaði einhvern veginn alltaf hort í augun, einhvern veginn, það var svona tími fyrir allt þetta sem þessi aldur þarf, skilur. Og gæðis, við gerðum endurmat á okkar vinnustað og gæðin, þau segi sjálf, þau voru bara í topp 10, Gæði starfsins, eins og þú veist, þegar maður fær svona fagsjokk þegar maður útskrifar, og maður lærir allt í bókunum, lærir maður allt hvað best. Og við vorum bara eiginlega að mínu mati svolítið þar, Þannig og það sem gerist hjá góðu fólki sem að vanda sig, og eins og ég vinn með góðu fólki og fólki sem vil vanda sig, eins og margir fleiri, að einhvern veginn, það gerist einhvern veginn, þegar krísan kom einhvern veginn, og maður búin að sætta sig við að taka þessa áhættu með sína heilsu og sína nánustu, að ég er 66 ára ætti að vera í áhættu og fjölskyldan hafði áhyggjur og það var ég var búin að setja mína gír ásamt mörgum fleirum til að gera það besta. Þetta staðan, gera það besta og þá vorum við svona einhvern veginn bara í þeim gír sem ég finnst einhvern veginn ekki alveg vera svoleiðis staðan núna. Fólki finnst svolítið, fólki rosalega slegið og ekki bara ekki svona til í þetta og ráðvill. Og þess vegna var ég að tala þetta núna síðastlega 2 tíma þess að ég var að hugsa þessa verkfræði eins og Páll var að tala Ef þetta er komið til með að vera, þá getum við ekki verið einhverju sóttvarnarfasisma í þessu umhverfi. Við verðum að finna leiðir og verkfræði til þess að gera þetta eins ljúft og gera þetta vel eins og nokkuð kostur Því það er einhvern veginn ætlast til þessi skellt onni í skólana, í þetta umhverfi og svo eigum við sem erum á gólfinu í öllum skólastigum að finna út úr því. Hvernig það er engin sérfræðingur í sóttvörnum. Ég er með ákveðna reynslu, ég vunni hjá tannlækni og ég vunni á sjúkrahúsi. Og það er langt síðan og ég finn að ég byggi þeirri reynslu núna í þessari umhverfi þó að séu 35 ár síðan eða meira. Þannig að og ég hef alltaf áhuga, hvort sem í þessu tilfelli COVID eða hvort sem pólitíkarsar sem taka ákvörðun, ég hef alltaf verið svona áhuga manneski það, þetta er svona, hvernig gerir maður þetta sem í praktík, hvernig virka lögin og reglurnar í praktík, í daglegu lífi, hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf og til dæmis núna, bara svo ég taki svona líka úr mikroveröldinni, þegar við erum að tala að því stóra samhengið hefur áhrif á litla samhengið og nú ætla ég að segja ykkur einu skemmtilega sögu eftir sem af deginum í dag. Ég var í strætó í dag og umræðin hefur verið svolítið, unga fólkið er ekki að taka þátt í þessu og núna í liðinni viku var að veikjast 10 ára gamalt barn og svolítið mikið og svo satt ég þarna í strætó og leiðin innan þá koma hlaupandi inn svona 7 krakkar og voru svona aldrinu svona 10 til 12 ára og þar sem þau eru að hlaupa eftir ganginum í strætó þá segja öll COVID að minna hvort annað á og mér fannst það svo fallegt og ég var alltaf svona áhuga á hvernig birtist umræðan, hvernig birtist samfélagi bara í aðstæðum víða í samfélaginu og núna erum við að takast á við þetta, hvernig gerum við þetta sem best, ef þetta er komið, hvernig lífum við með þessu til að sem best, ef þetta er komið til að vera.
Herru, nú Kári fundinn, hann kominn hérna á fundinn. Heyrðu í mér, Kári? Kári? Nú, hann eins og virkar hjá mér. Herru, það eiginlega öll tækni vandræði sem hægt að bjóða upp á, sem hafa verið í þessum þætti. En hvað, þeir eru svo hérna, horfið svo vítt á þetta. Haldið þið að COVID eigi eftir að breyta svona, hugmyndum okkar samfélag, hvað mikilvægt í samfélaginu, á hvað við leggjum áherslu á, þetta svona afhjúpað að við höfum kannski verið í einhverju svona æðibunnu gangi út í ekki neitt, upplifur svoleiðis umræða í Ástralíu eða í þínu kolli, Páll? Já, og ég meina, þú veist, við erum með hægri stjórn hérna, hún eiginlega búin að setja á borgarlögin í felum. Maður hefði bara ekki trúað þessu, þú veist. Ég ætla ekki að fara að hæla henni í hástert, en hérna, það gerast alls konar furðulegi hlutir. Þeir til dæmis tvöföldu atvinnubætur. Því að þá allt einu þetta ekki skríll sem atvinnuleysisbókum þegar hérna, venjulegi kjósendur Hægriflokksins fara og missa vinna. Sko, það svo margt, þannig að það svo mikið kollsteypa í gangi. En ég tek taka svolítið svona svartar útliti á hana, ég tek svolítið líka sko, hérna, stríðs, að því ég svolítið sögufíkill, ég alltaf búin að vera að lesa söguna. Að ég held við séum einhvers staðar stöddu 1940-41. Það ómögulegt að segja hvað kemur út úr þessu stríði. En það verður gjörsamlega öðruvísi veröld. Og reyndar þetta í miður algjörlega óveirulega séð annar bardagi sem að blossa upp og ég hefur gríðarlega áhyggjur af. Og það hvað að gerast með Kína og Bandaríkin. Og þar að leiða Kína og Indland líka. Hérna, þetta getur enda mjög illa. Þannig að við erum einhvers staðar í miðri hérna, seinni heimsstyrjöldinni eins og er. Það ekki spurningu að það verður gjörsamlega öðruvísi þjóðfélag á eftir, en það ekki alveg búið að svona, og ég held Gunnar við losnum við sumt af þessu rugli sem var hérna fyrir, en það ekki alveg víst hvað hérna kemur á hinum endanum. Hvernig rugl kemur í staðinn? Ég spyr ykkur, en það náttúrulega þekkt í sögunni að það hafa komið svona framfarir eða aukinn mann út úr slæmum hlutum. Kórilu faraldurinn held ég hafi leitt til þess að vatnsveitur voru lagðar í átrekahverfinu og stórbættu aðbúnað verkafólks í stórborgum innbyltingarinnar. Það svona jákvætt. Síðan líka það sem að koma hörmungar atburðir og þeir leiða bara til aukins viðstýringar og illra hluta. Já, eitt sem mun breytast, ég er háskólakennari og að því ég býr enda fyrir utan Sydney, þá var ég að keyra hérna 1,5 tíma hvora leiðina. Það bara þannig, þess að þú byggir á hérna Borgarnesi og vinnur í Reykjavík. Ég var að átta mig á því, sko, núna, aðástæðan því fórstundum við vinna var eingöngu vegna þess að ég þurfti að fara einhverja 2 fundi einhvers staðar í miðjum deginum, en ég að því að líka, þú veist, hálfa mín að skrifa greinar og svoleiðis, ég hefði viljað vinna heima. Zoom, þess að við erum að tala núna, gerir það verkum að maður hættir að fara á þess að tilgangslausu fundi. Maður bara hringt inn og setja heima og vinni. Og það verður einn stærsta breytingin hér sem búið átt að sjá þegar í Ástralíu. Allt þetta fólk eins og ég sem fara að vinna meira og minna heiman frá sér. Ég vinn svona cirka 3 daga heiman. Það hættir ekki til að COVID farið. Það verða gífurlega samfélagsbreytingar sem fylgja því. Hegðunarmynstri, því það var líka, og alveg niður í það að sko svona, þú veist, take-away kaffistaðir í borginni mun fækka endanlega. Það var ekki eins mikið af fólki að þvælast þar. En heimilið, þolið það að hérna, við förum aftur í baðstofuna og það enginn í baðstofunni nema kjarnafjölskyldan í gamla daga. Það var vinnufólk og viðursetningur í þessu bæli og fleira. Nú erum við bara 2 fullorðin og 2 börn. Já, og svo getum við hort á Gunnar Smára í Zoominu. Ég var að hugsa að þú varst að segja þetta. Þú varst að spara rosa tíma og í hvað notar hann og eyðir það í spjalli á Zoomi. Hvað segirðu, Elsabeth? Hvernig ert þú með kvíða fyrir svona hvað kemur út úr hérna? Já,
Ég sko búin að velta þessu fyrir mér og líka í samhengi við það sem Páll segir. Hann segir að þegar fólk sé komið á borgaralaun, hann segir að það sé búið tvöfalda atvinnuleysisbætur og sko það sem ég hef áhyggjur af, þú veist, fátækt og þegar þrengir verulega að fólki við þessar aðstæður, þá kallar það, bara segir sagan, það kallar ekkert endilega fram með besta í fólki. Það bara þannig. Þá fara allir, þú veist, ég þarf ekki að lýsa því þegar þá fara kannski, það sem ég að hugsa, eða mér dettur í hug, verður þetta það bara eins og fólk sé hungra fólk að berjast síðasta bitann. Hvað gott við það? Hvað gott við það? Sérðu merki þess í samfélaginu að svona, við sjáum samstöðu við það, en svo sjáum við kannski merkjum eitthvað annað. Ég mætti kannski nefna auglýsingaherferð SA gegn hugmyndum það að hækka atvinnuleysisbætur, því vorum að tala það. En SA komið svona í herferð eiginlega gegn því að það leiði til þess að fólk nenni bara ekki að vinna og hangi heim á atvinnuleysisbótum, ef ég skil þetta rétt sem að segja, það ekki alveg skýrt hvað að segja. Ég vil nú bara helst ekki hlusta á það, sko. Í alvörunni bara. Og auðvitað ger ég mig grein fyrir því að hagvöxt og við erum háðum með hagvöxt og allt það, sko. En mér finnst þið mætti bara svo ég sé ekki alveg tekið dýpra í árin en það, þið mættu vera fólkvænni, þið mættu vera samfélags meðvitari og taka meiri ábyrgð. Talandi að því nú kem ég frá svona útgerðarstað, sko, ég kem frá Ísafirði þar sem var, sko, þegar togararnir voru þá flutti ég suður og fór í nám og svo kom ég aftur og þá hafði á sama stað sama fólki, það sama senan og það sem hafði gert á svona 9 árum í þessum fjarveru minni var að það kvótakerfið hafði komist á. Allir togararnir voru farnir, skilurðu. Og það var sama fólki, sömu vinirnir, sama umgengni, sama samfélag, en það var allt breytt. Það lítið talað kvótakerfið með þessum hætti. Það eins og það hefur náttúrulega valdið sko gríðarlegri röskun í lífi margra, kippt atvinnunni undan fólki í mörgum sjávarbyggðum, gert eignir fólks verðlausar, tvístrað fjölskyldunum sem hafa farið og það kannski það samfélag sem var áður á Þingeyri, Flateyri, Súðavík og Súðavík svipur hjá sjón. Og ég get að segja þessi slæmt samfélag þar áður en það var eins og okkur hafi ekki tekist að líta á það sem sérstakt verðmæti sem að þarna var. Heldur var litið á það væri hægt að auka sko framlegð eða að væri skilvirkari vinnslan á fiskinum. Það væri betra að hafa togarana stærri og fiskvinnslunar stærri og sameinað þetta og þá vantaði alltaf sko svarið við því hvað átt að koma í staðinn sem var svona gott ef að svona hið klassíska íslenska sjávarþorp sem að við þekkjum öll og hefur náttúrulega sína galla en líka einhver leyti sko dásamlegur staður. Flestir sem hafa alist upp í slíku segja og meina að það hvergi betra að ala upp barn heldur en í svona. Það getur verið þessi hundleitt að vera unglingur þar en það gott að vera barn. Sko, að því við vorum að tala þetta í þessu samhengi, þú veist, hvort það eitthvað betra, hvort þetta ástand myndi leiða að sér eitthvað betra. Og það sem sko, ég get sagt ykkur það, ég fæ svona bara þyngsli fyrir brjósti og stein í magan að hugsa til þess að fólk verður svo fátækt og komist í, þú veist, hvað gerist þegar fólk í ofboðslega miklum þrengingum? Það fyrir að hrifsa til sín, það stundum, þú veist, stundum getur þú veist að fólk fari á lægstu hvatirnar til þess að lífa af. Og það ástand, þú veist, sem að við ætlum að það ekki ástand sem við viljum fara í núna og það enginn að tala eins og þú ert að segja, SA að tala að það sé bara að gera fólk glatt að vera atvinnulaus. Þú veist, ég hef verið svo því lána að fagna, ég hef aldrei á ævinni verið atvinnulaus, ég hef einu sinni verið svona eitthvað milli vinna og það var eftir hrun og það fór ég sjálfboðavinnu hjá Rauða krossinum og Rauði krossinn opnaði eitthvað svona athvarf fyrir fólk sem var að missa vinnuna en það einhvers staðar í Borgartúni og ég var þar alla daga þangað til ég var búin að fá vinnu, þetta var bara sumartíma. En það önnur saga sko að því við erum búin að ganga í gegnum gífurlega breytingar og ykkur staðar, ykkur tíma segja allir svona andleg gúrúar sko
að við séum á mesta umbreytingatímabili í sögu mannkyns og og kannski, já, það örugglega rétt og þá það örugglega rétt að þú veist, við erum að fara í svona skell og eins og Páll að segja, hann hefur áhyggjur af Kína, hann hefur áhyggjur af Indlandi, ég hef alveg gífurlegar áhyggjur af Trump, ég hef ættingi í Bandaríkjunum, ég hef bróðir í Bandaríkjunum, ég hef frænku í Bandaríkjunum og og það getur bara svona og enginn sem ég í sambandi við eitthvað, þú veist, ég skil þetta ekki og vitið það, ég bara rosalega fegin að skil þetta ekki, af því minnst þetta bara rugl. Þú veist, miðað við þann hugsjón og hvert einasta bein og korn í mínu líkamann bara skilur þetta ekki, skiljið. Og svo maður að reyna að berjast við að skilja þetta. Og maður að reyna að berjast við að skilja alla nýju reglurnar, alla nýju breytingarnar, í þeirri tilvist sem það frá degi til dags og að vanda sig og við erum eiginlega öll að gera það, að reyna að skilja þetta. Þess vegna erum við að tala saman núna. Þú ert landflótta. Landflótta. Samfélag hefur verið gott samfélag eða þú dast svolítið út. Hvaðan ertu á landinu? Já, ég nú eins og Elisabeth, ég landsbyggðar maður, ég alinn upp á sveitabæði rétt fyrir utan Kauftúnið á Vopnafirði, sem enn einangraður. Sem einhver breskur auðkýfingur búin að kaupa upp núna, Vopnafjörð? Já, og mínu fólk ekkert voða skemmt yfir því að við eigum hluta í Hofsárni sem annir sem verið að slást þarna sko. Og alltaf tekið mikið þátt í þessu veiðifélagi sem var meira og minna í eigu bænda en svo hann búin að vera að kaupa upp og það Elisabeth halti hvorið þetta þú veist segir sko í sveitinni gerist það líka allt turnaðist upp úr 80-90 og ég skil svo sem vel sem að þessa nágranna mína fyrrverandi sem að hafa bara fengið nóga baslinu og þegar kemur einhver gaur og tilbúin að kaupa út úr skuldunum og þá bara ok, og gera það. Myndið þú ekki kannski gera það sama? Já, það náttúrulega það sem ég var að segja áðan, það vísar allt í sömu eins og að því við erum að tala heild og svona, að það vísa og að þetta vera saman og standa saman og sameiginlegir hagsmunir, sko, þú snerti þarna við ákveðnum punkti sem að sama meiði og ég var að tala áðan sem að hvað gerist þegar fólk uppgefið, hvað gerist þegar fólk að berjast og síðasta bitan, hvað ég að skipta honum á milli eða ég bara að bjarga mér, þetta bjarga ég mér, skilur við, og þegar fólk uppgefið þá bjarga maður sér, skilur við. Ég var ekkert að velta fyrir mér Vopnafirði og þá var ég að spyrja fólk sem að þekki til og þá var búið til svona ímyndadæmi fyrir mig. Það eru hjón sem eru komin á 70-aldur og fyrir einhverjum árum síðan var fullyrt að þau gætu ekki lifað að landbúnaði nema að stækka mjólkurbúið. Þyrfti að hafa fleiri kýr og þannig að þau byggðu fjós og keyptu sér kvóta og núna skuldaðu eitthvað 70 milljónir og þau eru svona orðin slitin og ætla að fara að horfa á það að næsta kynslóð tæki við og það eru 3 börn og ef eitt barnið ætti að gera það þá þurfti það að kaupa hin börnin út úr arfinum og skuldsetja sig enn frekar og það bara ekki hægt að bjóða nokkru manni upp á það og þá kemur Ratcliffe og býður, ekki bara kaupa þetta fyrir 70-80 milljónir og auðvitað segja þau bara já því að það sem að sko gamla kerfið eða sem að þau eru að koma út úr bauð upp á var eiginlega engin framtíð þannig að ríkimaðurinn kemur bara eins og riddari á hvítum hesti og bjargar þessu fólki. Þetta ekki fólgið og græði eitthvað stórkostlega hlutir að selja vegna þess að hefur enga framtíð innan kerfisins sem búið að búa til í kringu landbúnaði. Svona þetta sagt fyrir þig. En ég ætla að aðeins að bjartsýna þegar við vorum að tala sko, hvað kemur út á hinum endanum. Kannski smá vond þess að þjóðfélagi var orðið svo ójafnt, ekki bara á Íslandi, heldur allan heim. Og þú sér það svo auglýsingum SA og eitthvað svoleiðis
og ég sé þetta líka hérna í Ástralíu, sko, að valdaklíkan hér, þessi auðklíkan, henni líður ekkert voðalega vel yfir að sjá hægri stjórnina henda penningum til hægri og vinstri. Því að hann má eiga það okkar forsætisráðherra sem markaðsmaður, hann fer bara eftir vindinum. Ég held að hann sé átta sig á þessu á undan flestum sínum flosssískinum. En sko, því að hverju bjargar hlutunum í COVID? Það fólki sem vinnur í stórmarkaðunum. Það fólki sem keyrir trukkana og sér sem fáum mat. Þeir voru í þessum lokunum. Það hjúkrunarfræðingarnir. Það vísindamennir. Það læknarnir. Það ekki verðbréfamiðlarnir. Þeir hjálpa okkur? Nei. Það kannski verður svolítið leiðrétting á því þessum mati, hvað skiptir máli í þjóðfélaginu. Hverjir hafa verið að redda okkur í gegnum það? Það ekki auðkýfingarnir. Þeir fela sig í sínum húsum út í sínum sumarhöllum og þannig að smittist ekki. Og svo situr mesta illmenni mannkynssöguna Rupert Murdoch og elur undir. En sko, þetta fólk ekki að hjálpa núna. Ekki eina aukatekið orð neins staðar. Það kennararnir, það fólki sem heldur þjóðfélaginu gangandi. Það það sem að redda okkur gegnum þessa krísu. Já, það vonandi að verði búið til samfélag eftir kreppuna sem byggt upp á þessum verðleikum og verðleikum fólksins sem raunverulega að smíða samfélagið og halda utan það en ekki hjá þeim sem raunverulega að sjúga auðæfin upp úr því til þess að stinga í massa. Það bara eilífsaga, þetta eilífsaga. Ég þakka ykkur fyrir að kíkja inn á sem við gengið svona, ég sem að kalla svona út og ef þið hafi áhuga á því að kannski að aðstofa okkur á talstöðinni, það ýmislegt svona, það væri ágætt að fá eitthvað sem að gæti til dæmis hjálpa fólki sem að reyna að komast inn á svona fund, að tala við það og leiðbeina því og fleira, það væri bara guðstugaverk og góðverk ef eitthvað væri til í aðstofa við það. Og svo það náttúrulega að þetta galopin stöð, ef að þið hafið eitthvað efni sem að þið viljið koma á framfæri, þá getið þið bæði komið hingað inn á fundina, en þið getið líka bara óskað eftir því að búa til ykkar eigin þætti. Samstöðin pínulítið vísir, vonandi mun hún vaxa og dafna og verða að einhverju stærra og gera eitthvað gagn í samfélaginu. En ég þakka Páli og Elsabetu kærlega fyrir svona rólegt spjall á hlustundum kærlega fyrir morgun. Þú ert frosin, Gunnar Smári.